Góðan daginn og hjartanlega velkomin í CCQ-stundin. Nú erum við búin að keyra þetta í dálítinn tíma og við höfum oft fengið viðskiptavin til okkur sem segir frá árangurssöguna sína, sem hefur reynt sig verið mjög skemmtilegt, fróðlegt og sérstaklega svo ótrúlega áhugavert að heyra hvernig hinn og þennan hefur gert til að ná betur tök á geðastjórnun. Í dag höfum við fengið aðeins öðruvísi til okkur hér í dag, sem situr kannski svona hinum megin við borðinu. Og ég ætla að kynna fyrir ykkur hún Gná Guðjónsdóttir, sem framkvæmdastjóri Versavottun. Hjartanlega velkomin Gná. Takk kærlega fyrir. Og meðan við að ég sagði að þú situr kannski hinum megin borðinu, vildu kannski bara lýsa hvað Versavottun og hvað gerir þið? Já, eins og nafni gefur til kynna, þá erum við vottunarstofa og núna ein af 3 íslenskum vottunarstofum. Þannig að við komum upp stjórnunarkerfinu okkar á árinu 2019, en forsagan svolítið sú að við vorum 2 sem höfðum áhuga að fara inn á þennan markað, annarkvort í ráðgjafastólinn eða úttektastólinn, og vorum svolítið að máta það á árinu 2018 og 2019. Enduðum svo á því að taka ákvörðun, eða 2018 sérstaklega, og í lok árs 2018 þá ákvörðum við að taka stíga skrefið og opna vottunarstofu. Og við áttum okkur fljótlega á því að það var svona meira mál heldur en bara að opna sjoppu eða opna ráðgjafafyrirtæki, því að við þurftum að innleiða stórt stjórnarkerfi. Og ég ákvað þessum tíma að fara í MPM-nám, verkefnastjórnarnám í Háskólanum í Reykjavík. Og það endaði þannig að í lok árs 2018 var tekin ákvörðun að við fengjum að nota raunhæft verkefni sem við áttum að gera á voruninni 2019 til að setja upp stjórnarkerfið fyrir Versavottun og hafa þá með okkur 5 nemendur sem voru þá með mér í hóp. Þá þurfti ég að bera þetta undir þau, hvort ég hefði áhuga á því að taka þetta sem raunhæft verkefni, sem var raunin, sem var bara í rauninni, forsenda fyrir því við gátum gert þetta. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Og við réðumst þá í þetta verkefni að setja upp stjórnarkerfið, og það var við meira en við áttum okkur á, og svona tafðist svolítið, en okkur tókst að opna skrifstofuna 8. mars og við horfðum svolítið til þeirra dagsetninga, því það svona kvennadagur eða svona, því að við vorum konur sem vorum að stofna vottunarstofuna, og sem svolítið sérstætt í þessum heimi, þetta svolítið karllægur heimur. En síðan þurftum við náttúrulega að sækja faggildingu til þess að því að reglurnar voru þær við ætluðum að votta jafnlaunakerfi, og til þess að mega taka þau út og votta, þá þurftum við að vera faggild vottunarstofa. En það kom fljótið í ljós að það var ekki hægt að fá faggildingu á vottunum á jafnlaunakerfum, af því það var bara ekki, ramminn var ekki tilbúinn. Nei, einmitt. Þegar þið byrjaði þá í upphafi, voru þið þá einblína á okkur sérstök staðal eða voru þið að horfa til heildina á stöðlum sem til eru? Hvatinn var jafnlega staðallina því við vissum að það voru komið inn fullt af viðskiptavinum. En við höfðum áhuga frá byrjun að fara líka í aðra stjórnarstaðla og sóttum þá í raunum faggildingu til þess að taka út 9001, þessi gæðastjórnun á grundvelli 9001, ISO 9001 staðalsins. Þannig að í dag getur í rauninni hver sem koma til ykkur, ég var að taka upp 45.000 staðalum, getur þið taka okkur, og þannig að þið getur sína öllum stöðlum í dag. Já, við erum nú þegar að votta stjórnarkerfi á grundvelli 9001, ISO 9001 og 14.001 umhverfisstjórnarkerfi og heilbrigð og öryggi á vinnustað 45.000. Já, nákvæmlega. Þannig við erum búin að ganga í gegnum það og setja upp kerfi hjá okkur til þess að geta tekið út slík stjórnarkerfi. Glæsilegt. En svo var einhver að kvisla til mín að þið voru að fagna núna mjög stóran áfangi og árangur. Það að segja að þið eru fyrsta vottunarstofan á Íslandi sem eru með faggilding, alþjóðleg faggilding. Hvað það? Geturðu lýst aðeins fyrir mér? Já, við ákváðum að fara og leita til SWEDAC af því að íslenska faggildingarsvið getur ekki gefið okkur faggildingu sem alþjóðleg,
bara það en þá það lítið og það hefur ekki fengið þann stuðning sem það þarf til þess að geta farið í þá vegferð og fengum þar upplýsingar bara fyrir 1,5 ár síðan þegar við ákváðum að fara af stað aftur af því að við gátum ekki klárað faggildingafeltið okkar út af COVID af því að ISAC, Íslenska faggildingasvið kallar til erlenda aðila og það var ekki hægt að kalla neina til að vildi einhverjum koma út af ferðatakmörkunum og öðru slíku. Þeir sögðu okkur bara það að þau get ekki veitt slíka faggildingu, svona alþjóðlega, þannig við ákváðum að sækja hjá Swedag og þá hófst það ferli bara fyrir ári síðan og síðan þá erum við búin að fara í alls konar úttektir, þeir eru búin að koma og mæta til okkar og við höfum þurft að hafa fundi með þeim í gegnum svona rafræna fundi og þau eru tvisvar sinnum búin að koma og taka út okkur að taka út aðra. En alþjóðleg faggilding þýðir það í rauninni að faggildingi sem við veitum, ef þetta er sérst fyrirtæki sem starfar á erlendum markaði líka, að þá faggildingin eða vottunin okkar tekin gild allstaðar í heiminum. Þannig að þetta er sérst faggildingarsviðið Swedag, stofan Swedag, hún þá það sem kallað er multilateral aðila multilateral agreement sem þýðir það að þau eru tekin út af svona þetta er kallað jafningjamat. Þá það nokkrar faggildingarstofur eða svið í Evrópu sem koma og taka út hjá þeim. Að því það er akkurat þetta. Ef ég set upp stjórnunarkerfi og það kemur enginn að skoða hvort ég sem hefur þekkingu á sviðinu og því sem ég er að gera, þá er alveg gulltryggt að ég er ekki búin að innleiða allan staðalinn. Af því að ég sé bara ekkert allt í öllum kröfunum. Við erum bara þannig að við náum, við búum eitthvað hluta og finnst við vera búin og höldum svo bara áfram. Og það var auðvitað fullt sem kom í ljós hjá okkur í þessu ferli, en það er akkurat það sem skiptir svo miklu máli og þar að leiðandi vitum við núna að við erum með mjög gott stjórnunarkerfi til þess að taka út og votta. Æðislegt, þetta er bara innilega til hamingju með þessa þessa árangur. En til að þess að taka þetta kannski það niður á mannamáli, ég þá með fyrirtæki, ég er að selja vörur erlendis eða ég er að sýna þjónustu erlendis og ég get þá leita til ykkur. Ég er að fara í annarkort 9.001 staðalinn eða 14.000 staðalinn og ég er búin að lesa staðalinn, ég veit svona nokkuð veginn hvað ég að gera, en getur lýsa fyrir mig til dæmis að því að ég er búin að heyra að ég þarf fyrst að fara í forúttekt og svo þarf ég að fara í lokaúttekt. Hversu mikið tilbúin þarf ég að vera þegar ég er að fara í forúttekt? Hvað væntingar hefur þú á fyrirtæki þegar þú koma í forúttekt? Já, það eru bara einmitt ákveðna reglur það. Og svona ákveðin viðmið fyrir hvað á að vera í rauninni tilbúið fyrir stig 1 og það er hluti af staðlunum sem við vinnum eftir að hann setur þessi mörk, þú veist, hversu langt á að ganga svona nokkru leiti og síðan svona bestu leiðir sem úttektaraaðilar út í heimi hafa sett saman til okkur til að hjálpa til þess að samræma okkur. En þannig að það þarf að vera búið að búa til stjórnarkerfið og það þarf að vera búið að hugsa það svona vítt að þegar það er búið að setja, segjum að þessi gæðastjórnarkerfi, að þá þarf að vera búið að ákveða hvaða gæði eiga að vera, hvaða gæði er ég að velja, segjum að þetta sé bílasala, þá er hún búin að ákveða ég ætla að selja annarkvort dýra bíla sem er innifælin mikinn þjónusta og alls konar gæði, eða ég er bílasala að selja mjög ódýra bíla og það er engin þjónusta og gæðin þannig minni, það eru gæðin, að gæðin felast þá í ódýru verði. Þannig að viðkomandi aðili þarf að skilgreina gæðin og skilgreina ákveðna frammistöðuvísa, þú veist hvernig ætla að mæla þessi gæði og síðan þarf að setja bara upp allt stjórnunarkerfið og búa til alla verklagsreglunar sem að eru nauðsynlegar til að ná fram þessum gæðum og við komum þá og skoðum, fáum þessar upplýsingar til okkar, sendar, förum yfir það og skoðum hvort að þessar verklagsreglur og skjöl og skrá sem búið er að setja upp og þá dröga skrám, það er ekki búið að fylla endilega inn í það er búið að búa til svona alls konar sniðmát og form að þau uppfylli nógu vel kröfurnar að það sé ekki stórt gat. Að því að markmiðið í þessari úttekt, það er kannski ekki verið að meta virknina
en það verið að skoða hvort það sé nokkur göt sem að koma í veg fyrir að þegar við förum í vottunúttektina að við getum mælt með vottun. Já. Að það verið að tryggja það. Já, einmitt. Eina reglan hérna til að ná vottun er náttúrulega að man som sagt að skjalfesta skjölum hvað og hvernig við gerum hlutina. En eina krafan í som sagt snýrað innri úttektir er það góð regla að man hafi framkvæmt innri úttektir áður á stage 1 eða er í lagi að í rauninni skjölin er tilbúin til forúttektin og að innri úttekt fer fram eftir á eða viltu helst sjá að man er búin að gera það áður og forúttektinni? Það er ekki krafa að það sé búið að framkvæma innri úttektir, alls ekki. En það er alltaf þannig eftir því sem komin lengra, þeim er meira færði út úr úttektaraðalanum. Af því að þá getum við gefið ákveðna endurgjöf. En það er ekki krafa, en það þarf að vera búið að setja upp verklagsreglu og það þarf búið að setja upp ferlið. Og þetta snýst svolítið meira bara líka ferlin, að ferlin séu tilbúin sem á að vinna eftir. Af því að allir stjórnarstaðlar gera ráð fyrir því að við notum þetta, gera framkvæma plant út checkakt og mann ekki alveg þetta, ég er ekki nú eins röð í því. Og svo bregðast við og framkvæm og þannig að það er mjög gott að það sé búið að setja upp þessi ferli og ákveða hver og jafnvel byrju þjálfun á þeim aðilum sem eiga framkvæma ferlið en það er ekki krafa, nei. Nei, einmitt. Svo veit ég líka sem ég heyri svo oft að því að man er alltaf að setja upp verklagsreglur hvað og hvernig og man er að reyna að fylgja staðalinn. En ég er svo óviss alltaf þessa kaplaheiti og hvað ég á að setja mín og tilvísa. Er þetta eitthvað sem þið aðstofa með að veitir ráðgjöf því að við setur kaplan á réttum stað eða séðu helst að fyrirtæki er búin að flokka það niður eftir bestu getu eða hvernig er það? Það þarf við að gera, þá er alltaf umfang kerfisins þarf að liggja fyrir, það þarf að búið að kortleggja kerfið og til þess er mjög gott að nota svona hugbúnað til dæmis eins og þið notið og við tókum hann í notkun í faggildingaferlinu sem hefur gagnast okkur mjög vel því að það er svo skipulagt og svo gott að vinna í því umhverfi. Við megum ekki gefa ráð hvernig við komum til að gera það en það er nefnilega svona svolítið misskilningur á Íslandi að úttektaraðilar og vottunarstofur mega ekki segja neitt eða leiðbeina á neitt nátt. En við megum gefa ráð sem eru á ensku kallað advice. Já. Og við megum hins vegar ekki gefa ráð sem á ensku myndi kallast consulting. Nei, einmitt. Af því við megum ekki hafa samráð kerfið. Nei. En við megum benda á bestu leiðir. Já. Þannig ef það er mikið kaos í kerfinu, þetta er óskipulagt, þá getum við sagt við eða þá sem eru samstæðsaðalar okkar að já, þið getið skoða svona rafræn kerfi ef þið viljið og nefnt dæmi þau. Já, en við megum aldrei kannski segja, við mælum með því að noti þetta kerfi. Nei, af því þá erum við orðin þá erum við búin að skrifa okkur svolítið inn í kerfið þeirra. Já, þeir eru svolítið fargaði þá. Já, af því þá getur þau sagt ef þau eru ósátt við þetta, já, en þið sögðu okkur að gera þetta. Og það er ekki gott. Nei, einmitt. Þetta er svona svolítið eins og markþjálfa starfa, að við megum vera að koma með fullt af góðum hugmyndum, bestu leiðum, og það verður að segjast eins og að við þurftum svo innilega á þess að halda í faggildingaferlinu að skilja þennan mun, af því að í faggildingaferlinu þá fengum við að heyra hvernig þau voru að leiðbeina okkur. Já, einmitt. Og þá skildu við í rauninni hversu langt, hvað línan liggur hjá okkur. Og það var mjög gagnlegt. Já. En við megum leiðbeina og við megum vera svona, í staðlunum talið að train og advice megum við gefa, en það þarf að vera almennt. Já. Akkurat. Ok, við segjum að við erum búin að klára stage 1, forúttektin og núna stendum við fyrir lokaúttekt. Getur í stuttumáli lýsa, hvernig fer svoleiðis úttekt fram? Hvað er gert? Já, góð spurning. Þetta á að vera samrænt ferli, þannig að þetta á alltaf að vera mjög svipað og það er allar úttektir byrja á opnumfundi, svona til þess að leggja línurnar. Og svo enda þeir á lokunafundi, þar sem við komum fram með niðurstöðunar. En ferlið er þannig að það er oft byrjað á því að fara í gegnum það sem öll gögnin sem eru og síðan þetta er svona ferli og svo skoða maður virknina, tekur viðtöl og fer og skoðar
horfir á framleiðslu ef það framleiðsla sér hvernig við að gera, en maður byrjar á því að fara svona í gegnum verklagið, láta þá sem að stjórna kerfinu segja okkur frá því. Ef þau hafa haft ráðgjafa þá mjög mikilvægt að við fáum að heyra að þau kunni á kerfið en ekki bara ráðgjafinn og þá þarf að passa upp á að ráðgjafinn sko kom ekki alltaf inn í samtalið því að það ekki gagnlegt fyrir þann sem rekur kerfið því hann þarf að eiga það, þá þarf að þetta vera þetta eignarhald. Og þá erum við að hlusta, skilja þau, verklagsreglurnar sínar, eru þau að vinna eftir þeim og þetta snýst bara í rauninni það og í úttektin allri þá erum við að meta hvort að kröfurnar eru í samræmi við, verklagsreglurnar í samræmi við kröfurnar í viðkomandi staðli sem þau hafa valið að byggja stjórnarkerfið á. Æðislegt. Svo endar það með að við fáum vottun og við erum alltaf gríðarlega stolti við því og við fáum diplóma og getum sett þetta út á heimasíðuna og partið það búið? Nei, það bara rétt að byrja. Það bara rétt að byrja. Já, þetta var upphitun. Það bara upphitun. Nei, við sem ekki segja það. En eftir þetta þá hefst þroskunarferli, skulum við segja. Og að viðhalda vottunni og það talað í staðlinu sem við vinnum eftir ISO 17021 að það þurfi að minnstu kosti að vera 1 úttekt á ári en það er þróað svolítið þannig að það gjarnan 2 á ári og sérstaklega í stórum kerfum af því að segjum úttektadagarnir séu 20 að þá bara svolítið mikið mál að vera að taka þann tíma í beit, þú vilt skipta brjóta það niður og þá verið að halda bara áfram að þroska kerfin í samvinnu við úttektaraðilann þannig að hann að spyrja spurninga eins og markþjálfi, hvernig gerði þetta og svo sér hann og það kannski ekki alveg samkvæmt bestu leiðum og getur bent á að má gera betur og þetta svona eins og maður byrjar efst uppi maður byrjar á því að tryggja svona grunnkröfurnar séu innleiddar og svona svona kjarni kröfuna sé innleitur en svo fer maður alltaf dýpra og dýpra þroska kerfi betur og betur og þetta alveg alveg jafnu hlutfalli við síðan hversu mikið kerfið að gagnast skipulagsheildinni því eftir sem kerfið verður betra og þéttara þeim gagnlegra það fyrir skipulagsheildina og þau fá meira út úr stjórnunarkerfinu. Það eitt sem ég langar að koma að líka sem að við hefum svolítið séð að svona fyrirstaða hjá fólki og svona eitthvað sem það hrætt og svolítið erfitt að gera, það eru rótagreiningar. Og í faggreiningaferlinu okkar þá þurftum við í rauninni svolítið að stýra því því að það svo erfitt að gera rótagreiningar og það kom okkur eiginlega svolítið óvart að bara þú veist, það var bara stundum hnútur í þessu ferli af því að þarna þarf maður að ganga svo nærri sér að viðurkenna í rauninni fyrir sjálfum sér að ég var ekki búin að gera allt. Og við þurftum að stýra svolítið þessu ferli, passa okkur á ákveðnum tímabúst eftir kannski klukkutíma að breyka, að stoppa og bara aðeins að svona, stígum aðeins út og hlægjum aðeins og eitthvað, þú veist, að heldur svo áfram. En þetta það sem búið að sýna okkur eða hjálpa okkur að gera kerfið okkur virkilega betra því að rótagreining til þess fallin að finna hvar í kerfinu eitthvað kerfislegt ekki í lagi og svo í leiði ég laga það þá leiðréttist svo mikið í kerfinu. Einmitt. Það svo taka tappan og tómatsósuna. Akkurat. Og ef ég rótagreini ekki þá finn ég aldrei þessa rót og þá ég alltaf að reka mig á, alltaf að fá sama ósamræmið eða sama frávikið. Þannig að við virkilega leggjum áherslu á þessa vinnu og við hefum verið að leggja okkur fram að hjálpa okkar samstagsaðilum að vinna hana vel og þannig hún sé gagnleg. En hún erfið, en þetta eitt gagnlegasta tækið í þessari vinnu. Bara glæsilegt að heyra þetta. Já, takk. Og þetta mismunandi stærðagráða á þessa viðhaldsvottanir eru litlir fyrst og svo að því mann búin að heyra það viðhald og svo stórúttekt og hvað munurinn? Alveg skýrt. Það fyrsta úttektin bara einhver ákveðin dagafjöldi. Viðhaldsúttektir eru á ári 1/3 af upphaflegu úttektinni. Þannig að ef upphaflegu úttektin segjum var 21 dagur þá næstu 2 ár, þá 7 daga úttekt og þetta manndagar, það gæti verið 2 úttektaraðilar og þá 7 dagar, þá 3,5 dagar ef það hægt að vinna það þannig. En síðan
eftir 3 ár þá kemur endurvottun og hún þá 2/3 af upphaflegu úttektinni. Þá hún 14 dagar. Þannig að þetta alltaf svona. Þú veist, ef hún 3 dagar í byrjun, þá 1 dagur í viðhaldsúttekt og 2 dagar í endurvottun. Svona heilt yfir, sko. Svona, já, þetta svona viðmiðin, svona. Bara glæsilegt. Ég held að allavega ég hef lært ótrúlega mikið á þessa tíma og ég vona að hlustuna okkar líka finnst þetta spennandi og fróðlegt. Þá ég takka Gná kærlega fyrir að koma hér í dag og ég takka ykkur hlustendur fyrir daginn í dag. Þetta CCQ stundin. Ég heiti Marja.